fara aftur á Akureyri því að það var barist í þorpinu. HK-menn auðvitað unnu mjög öflugan sigur og það má segja það, Vigni Stefánsson, að sterkur varnarleikur HK hafi raun og veru verið gert gæfumuninn í þessum leik. Já, ég held að það hefði svona, við erum klárlega undirstaðan að þessu eins og kannski oft talað í handbolta um vörn og markvörð, en mér fannst það bara skína svo hrikalega vel í gegn þarna að varnarleikur þeirra hélt á löngu köflum bara Þórsson bara frá markinu. Þeir voru bara þannig að hann ver 6 skot í markinu í HK, en samt eru þeir að vinna leikinn með 8 mörkum. 8 mörkum. Þannig að það er ekki svo að það hefur bara lokað markinu og það hefur bara allt gengið upp eftir það. Þeir bara héldu þeim frá markinu og ef þeir komast að markinu þá skutu þeir bara framhjá yfir. Þannig að varnarleikurinn var stórkostlegur og hann Styrmir Máni í miðri vörninni með nokkra félaga sér til hjálpa. Það var bara frábær og byggði þetta á þessu og mér fannst þetta bara eftirtektarvert og aðdáunarvert. Já, út með Styrmi, út með Sigur Jefferson, þeir eru báðir, fæddir 2001. Já. Eins og Blær Hinrik sem er líka uppalinn HK-ingur, þannig að þeir eru svona allir frekar buffaðir og tilbúinir að mæti í smá aksjón, en ég tek einhvern veginn undir að HK-ingurnir, Þórsararnir voru bara ekki tilbúinir undir þessa baráttu. Eitthvað yfir stress, búið að svona leggja þetta kannski upp sem einhvern úrslitaleik, þetta er HK, við verðum að vinna, þetta er 4. stiga leikur, 6. stiga leikur, sem þeir höndluðu bara ekki.